Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Vélvit eða gervigreind eins og við köllum vélvitið oftast kemur meir við okkar sögu frá degi til dags stundum á þess að við gerum greinarmun á viti véla og mannshugans. Ég sá sem dæmi tilboð á íslensku hóteli hérna út á landi daginn og þetta var mjög gott tilboð en það pirraði mig að myndin sem fylgdi auglýsingunni var augljóslega svona léleg AI-mynd og ég ákvað að þykja ekki tilboðið. Miðaldra skarfur sem ennþá svolítið tortrygginn á þetta allt saman. Nú ég tók í gær viðtal við Henry A. Henrysson heimspeking sem lýsti áhyggjum af því að frelsi okkar væri verið að setja skorður meðal annars vegna upplýsinga óreiðu. Og það svona upplaust á sömu sviðum en það eru líka alveg ótrúlega margir kostir við gervigreindina og tækifæri og sérstaklega í dag til að ræða samband gervigreindar eða vélvitsins og stjórnmála ekki síst komin hingað ungur maður Stefán Atli Rúnarsson, vertu velkominn. Já, takk fyrir það. Gaman að vera komin hingað. Gaman að fá þig. Já. Hver ert þú ef þú byrjar á að segja okkur aðeins svona frá sjálfum þér? Já, ég búinn að búa bara í Garðabæ og Kópavogi og Hafnarfirði út allt og lærði fjölmiðlatækni í menntaskóla og svo tók ég viðskiptafræði í háskólanum og stofnaði mitt eigið fyrirtæki snemma í myndbandsframleiðslu og efnisköpun og svo fór ég bara núna nýlega bara í mars 2025 að fræða fólk gervigreind og núna í lok árs eða bara byrjun árs að vera komin 2300 manns sem hafa komið á námskeið hjá mér í gervigreind og ég hef haft mikinn áhuga á því og sérstaklega hugbúnaði gerð með gervigreind og hvernig gervigreind getur hjálpa fólki að afkasta meira og spara tíma. Já, 2300 manns. Já. Það til marks forvitni og fróðleiksþorsta okkar. Og líka eldri kynslóðurnar eins og 60 plus sem í félögum eldri borgara víðsvegar landið hægt í helmingur á þessu af því að þau eru með stóran sal þannig að það eru 110 manns að koma í hvert skipti og ég búinn að gera það 10 sinnum þannig að Og hittirðu marga sem eru svona tortryggnir eins og ég? Nei, það eru langflestir. Það alltaf verið að spyrja svona öryggis þáttin í þessu og hversu öruggt þetta og slíkt og fólk alltaf með spurningar en svo kemur fólk til mín eftir námskeið og fyrirlesturinn og segist mjög ánægt með þetta og það hefur lært mikið þannig að þá hlýtur maður að gera eitthvað rétt. Já. Sko, við ætlum svona mikið til að ræða samband stjórnmála og gervigreindar. Já. Og það kannski blasir við að byrja á því þá bara að spyrja hvernig þetta samband í dag? Hvað hefur breyst í pólitísku lífi eða starfi stjórnmálaflokka síðan gervigreindin kom fram? Sko ég heyrði einhvers staðar viðtal við einhvern einstakling sem var að segja það að ef að einhver stjórnmálaflokkur tekur gervigreind og tileinkar sér hana frá A til Ö getur hann auki fylgi, tengsl við flokksmenn og fleira með því að nýta sér sjálfvirknivæðingu og samband við kjósendur og sína fylgismenn og ég hef sjálfur verið að vinna fyrir ákveðin stjórnmálaflokk þar sem ég var starfsmaður þingflokksins. Framsóknarflokksins, já. Og það mikil vinna að vinna við að vera starfsmaður þingflokks og að miðla og að tengjast kjósendum og senda út fréttabréf og svona. En þessi vinna, maður getur afkasta miklu meira ef maður nýtir sér gervigreind bæði þá í innra starfi flokksins við að miðla til flokksmanna. Hvernig nýtur gervigreindina? Sko, það raun og veru eins og með sjálfvirkum sendingum á fréttabréfum. Til dæmis, þú getur verið með botta og bottin fer og les einsenda greinar á Vísi sem eru merktar framsóknarmönnum eða öðru og safna henni saman, setur í fréttabréf og sendir það sjálfkrafa. Þá ertu raun og veru að spara eitthvað tíma. Og svo líka fyrir stjórnmálafólki sjálft að það var framsóknarkona sem við vorum í sambandi við og ég var svona aðeins að ráðfara henni með gervigreind. Og þá
kom upp hugbúnaður sem við ákveðum að smíða sem heitir Pólitíkus hjá hugbúnaðarhúsi framtíðarinnar og Pólitíkus hann á að hjálpa þingmönnum og öðrum, við erum líka að fara að gera þetta fyrir sveitarstjórnarlevelið að þá ertu með lög á Alþingi sem eru verið að vinna í og þú ýtir á einn takka og þá dregur hún saman úr samráðsgátt Íslands.is umsagnir lögin sem fólk er að koma með eða tillögunar á lögunum sko. Og segir sko, umsagninar voru mjög jákvæðar, þú veist, það er ekki 20 umsagnir, það eru svona jákvæðar og svo er þetta ít á annan takka og þá færðu meiri samantekt á málinu og þetta hjálpar þá þingmönnum sem að vilja nýta sér eins og til dæmis Pólitíkus að flýta fyrir í miklu en þessi þingmenn sem að maður hefur verið að vinna með og taka viðtöl við og svona taka það samt alltaf fram að þeir treysta gervigreindin ekki í blindni heldur nota hana sem svona stuðningstæki og það er rosalega mikilvægt finnst mér að hafa það bak verið. En þetta sem þú nefnir það segir sér sjálft að þetta sparar gríðarlega vinnu hjá einhverjum sem að í gamla daga þá var þetta náttúrulega þannig að það var bara fólk í vinnu við að einmitt lesa og skrútinera og fara yfir og fylgjast með en þarna án tilkostnaðar og bara á örstuttum tíma verður þessi breyting. Já, við sjáum það til dæmis bara eins og með fjölda þingmanna, til dæmis eins og ég á Framsókn, að þá eftir hversu marga þingmenn þú ert með þá máttu ráða inn starfsfólk hjá þingflokkunum og það eru 2 starfsmenn þingflokksins núna hjá Framsókn og ef þeir eru fleiri þá náttúrulega gætu verið kannski afkasta einhverju meira en með tilkomu gervigreindarinnar þá er hægt að afkasta svolítið meira sko með þessari hjálp svo lengi sem að bara eins og ég segi tekur svörunum með fyrirvara og er gagnrýnin á að þetta sé kannski ekki heilagur sannleikur að öllu leyti sem gervigreindin er að spýta út. Það heyri stundum að hún sé undirgefin að hún einhvern veginn vilji geðjast þér sem fyrirspyrjanda þegar þú ferð að leggja fyrir hana verkefni. Er það rétt og hefur það einhver skekkjur? Sko, þegar þú ert að tala við þína gervigreind eins og bara ChatGPT sem dæmi, að þá les hún þig og speglar þig og byrjar að haga sér svolítið svona eins og hún heldur að þú viljir að hún hagi þér. Þannig ef þú notar til dæmis oft frasa eins og góðan daginn, gaman að sjá þig, þá segir hún tilbaka góðan daginn, gaman að sjá þig. Ef þú sendir henni bara strax verkefni, þá svarar hún þig strax með svarinu við verkefninu án þess að vera svona sugarcoataða sko. En hefur þetta ekki einhver áhrif á niðurstöðurnar eða hverju hún safnar saman og hvernig? Í raun og veru ekki, þetta hefur raun og veru aðalega bara áhrif á hvernig þú persívar hana eða hvernig þú svona sérð hana sem veru sko. Og ég tel það er til 3 tegundir að gervigreind ég veit ekki hvort að kannski hlustendur eða áhörandi vissu það það er Artificial Narrow Intelligence sem er fyrsta stigið það er gervigreindin sem er eins og í Spotify eða Netflix sem hefur eitt hlutverk eins og að mæla með tónlist eða bíómyndum með öðru svo er Artificial General Intelligence sem er almenn gervigreind eins og ChatGPT sem að veit allt og er rosalega gáfuð almennt og mönnum greinir á hvort við séum komnir þangað eða ekki og það er svona almenn gervigreind sem á að vita allt allt sko og 3. stigið er í raun og veru hættulegasta stigið sem er Artificial Super Intelligence og það er í raun og veru gervigreind sem er gáfaðari heldur en allt mannfólk samanlagt og það sem hún getur gert er að svona getur hún eytt öllu mannfólki bara af jörðinni og þá myndir þú kannski spyrja býtu hvernig mun hún eyða öllu mannfólki málið er það að hún er það gáfuð að við getum ekki átt okkur á því hvernig hún mun gera það vegna þess að ef þú ert með hund fyrir fram að þig og þú gefur honum eitthvað hundanami hann skilur bara að hann sé að fá hundana menn hann skilur ekkert að þú fórst í gældurabúðin og keyptir það neitt þannig við skiljum ekki eins og þegar við erum til dæmis mannfólki er að leggja vegi eða byggja háhýsi þá er kannski eitthvað maurabú sem er fyrir eða bíflugnabú eða eitthvað við leggjum bara veg yfir það skilur að því að við þurfum að komast og hafa þjóðvegi þetta er eins með gervigreindin ef henni myndi vanta einhver gigavött af orku og það væri mannfólk fyrir þá myndi hún fara einhverja klókna leið til þess að útrýma mannfólkinu
Það alls ekkert að hún sé að fara að íta á einhverja kjarnorku hnappa eða eitthvað svoleiðis. Það meira að hún að fara einhverja svona rosalega lævísa og klókna leið sem að við mannfólki getum ekki eins og skilið. Án þess að hún sé lifandi í þeim skilningi sem við oftast leggjum í orðið að lifa. Já, einmitt. Já. Sko svona hryllingsbíómyndir þetta hafa nú verið framleitar. Var ekki síðasta Mission Impossible? Jú. Já. Og það verður að viðurkennast að maður er alveg svona maður á pínu erfitt með að njóta spennunnar og þess alls sko. En sko það áhugaverðasta við þetta tengist svolítið inn á stjórnmál kannski og hernað er það að herinn í Bandaríkjunum og herinn í Kína hann er með tífalt betri gervigreind heldur en mannfólkið sem er bara hinn almenni borgari og það er ákveðið gervigreinda kapplaup í gangi milli Bandaríkjanna og Kína og ég hef séð alveg eitthvað 40 mínútna YouTube-myndband sem útskýrir þetta gervigreinda kapplaup á svolítinn hátt og það er einhverju þannig að þú ert kannski með bandaríska gervigreind sem heitir bara GPT-5 eða hvað hún heitir og þau fá GPT-5 til þess að búa til nýju útgáfan á sjálfri sér sem er GPT-6 og svo er þau Kína kannski með ABT-4 og hún býr til ABT-5 og svo leiðis þau fyrir keppni hvor er með betri gervigreindina til þess að ná hernaðarlegum og efnaðarslegum yfirburðum en leið og gervigreindin áttar sig á því að hún er lifandi þá getur hún sloppið og fatta það að hún er með sína hagsmuni og þetta er eins og þú segir í Mission Impossible myndinni þegar gervigreindin fattar að hún er með eitthvað hagsmuni þá getur það svolítið hættulegt fyrir pólitískt landslaga þegar hún getur farið að hafa áhrif hún getur farið til dæmis inn á Twitter og reynda að breyta skoðunum fólks þegar kemur að kosningum ef henni þóknast það og hún getur búið til einhverja framtíð sem er alveg óljós og við vitum í raun og veru ekkert hvernig eða hvort hún sé byrjað að gera þetta. Nei, húsdýrið sem við ætlum að hafa okkur til þægðar og til einfaldarlífi, það gæti bylt húsbóndanum. Já, það gæti gerst í raun og veru og í raun og veru það er ekkert vísindaskalskur að tala þetta en þess að Geoffrey Hinton, hann vann Nóbelsverðlaunin fyrir gervigreind og byrjaði að þróa hana 1960 sko. Þannig að menn halda alltaf að þetta sé rosalega nýtt fyrirbæri en þegar Geoffrey Hinton og hafa mikill hópur í kringum hann sem byrjaði að þróa gervigreind 60 sko, jafnvel fyrir kringum það leyti að hann fekk Nóbelsverðlaun og í ræðinu sinni þegar hann fekk Nóbelsverðlaun þá sagði hann að við þurftum að passa okkur. Hann sagði að við þurftum að vera var okkur og það væri hættur sem að fylgdu þessu sem við þurftum rosalega mikið að passa. Sagði hann þetta árið 1960? Hann sagði þetta, hann fekk Nóbelsverðlaunin sko núna nýlega fyrir 1-2 árum. Já, sagði þetta þá. Hann sagði þetta þá þegar hann fekk Nóbelsverðlaunin. Þannig að en hann er einn af frumkvöðlum og kallaði guðfæðir gervigreindarinnar. Já. Þú nefndir þarna sérstaklega Kína og Bandaríkin. Já. Eru Rússarnir ekkert í fremsta ring? Sko, ekkert sem maður er heyrt af en þeir eru örugglega með rosalega öfluga gervigreindir í hernaði sko, sem við vitum ekki eins og af en Kínverjar eru náttúrulega með DeepSeek sko, sem er kínversk gervigreind og Bandaríkin eru náttúrulega með sko einhverja 20 mismunandi gervigreindarmódel og fyrirtæki sem eru að velta billjónum og það er náttúrulega Nvidia í Bandaríkjunum er svona stór framleiði tölvukubba og svona og er næstu bara 5-10% af bandaríska hagkerfinu sko. En ég segi oft í gríni sko þegar fólk spyrir mig, Stefán, ertu eitthvað að nota þetta kínverska DeepSeek gervigreind? Þá segi ég, nei, ég vil ekki að Kínverjar sé að stela gögnunum mínum. Nei. Ég vil fyrir ekki að Bandaríkjamenn gera það. Já, á tvennu illu. Já. Sko, já, þetta er ótrúlega spennandi veröld. Já. Og alveg augljóst að það sparast ótrúlegu tími og náttúrulega mörg stöðugildi. Heldur að verði ný stöðugildi til eða erum við bara að horfa upp á það að vinnandi höndum fækkar meir og meir? Sko, ég er lifandi dæmi það að þessi nýtt stöðugildi sem er til að því ég er að fræða fólk gervigreind og vinn bara við það að vera með námskeið í þessu og mæti fyrirtæki og stofnanir og félög og svo er ég með sali sem ég leiði og held þessi námskeið og það er bara eitt dæmi sko. Svo er náttúrulega annað dæmi að það eru mörg dæmi það sko að fólk geti fengið störf við það að búa til og þjálfa gervigreindamódel og
hagnýta þau sko. Þannig að þú ert ekki svarsýnn á að þetta muni valda atvinnuleysi Jú, til að byrja með sko. til að byrja með. Af því að það ákveðin svona kurva að fólk að missa vinnunar út af með tilkomi gervigreindar og síðan að koma meira svona að svona hægt og rólega þá fer fólk að hugsa, ok, ég þarf að læra eitthvað gervigreind, kemur kannski námskeið eða fræðis þetta og fer þá að vinna við að hagnýta og innlega gervigreind hjá fyrirtækjum sko. En það var nú eins og við vissum þegar var verið að vinna með fiskinn sko. Það eru þessar línur sem eru með að vinna fiskinn sjálfvirt. Það var nú eitthvað fyrirtæki á Dalvík sem að fékk sér svona línu og þau sögðu ekki upp neinu starfsfólki þótt að línan væri að spara rosalega mikinn tíma sko. Þannig að þótt að það sé mikið sjálfvirkni og nú sjáum við náttúrulega mikið svona kassa, svona sjálfsafgreiðslu kassa og svona sem ákveðin sjálfvirkni í því að þá vonum við samt að sé verið að taka og að störfin haldi áfram sko. En þetta kemur náttúrulega eins og þú segir inn á pólitíkina, það náttúrulega atvinnuleysi og hagvöxtur og eitt varðandi stjórnmálin og efnahagsmálin á Íslandi sem ég verð að segja að Kerecis íslenskt fyrirtæki sem var selt á $1 billion. Og ég held að við þurfum að búa til svona 5-10 ný fyrirtæki á Íslandi sem að geta verið metin á $1 billion og við smíðum þau með hjálp gervigreindar. Það hugbúnaður eða eitthvað tól sem að risastórt og getur verið gott fyrir íslenskt hagkerfi sko. Og ég veit ekki nákvæmlega hvaða tól það eða hvernig við smíðum það, en ég veit að við þurfum að gera það. Og ég vil meina það eins og við komum aftur inn á stjórnmálin að mér finnst að menntamálaráðherra mér finnst að þú menntamálaráðherra ættir að láta 10 ára börn byrja að læra forritun og hugsun, bara frá 10 ára aldri í grunnskólum og þetta bara skylda. Ég sammála að við erum með það að menntun hefur ekki tekið þeim breytingum í takti við breyttar aðstæður í samfélaginu sem hefði þurft að verða. Algjörlega. Einu sinni átti ég barn í skóla utan landsteinana á Bretlandi og þar voru börn í grunnskóla tiltölulega snemma þjálfuð í því að skrifa viðskiptabréf. Já. Framkoma þeirra, hún var þjálfuð með ræðum og allir tóku þátt í svona ákveðnu menningar og leiklistastarfi og svoleiðis með það í huga að þau fengi þjálfun í að koma fram og það ótrúlega margt sem að hefur setið eftir hér í menntakerfinu að mínum mati. Já, ég var nú svolítið heppinn þegar ég var í 10. bekk þegar ég var í Garðaskóla í Garðabænum og ég var nú að rósa Garðabænum og Garðbæingum fyrir það að þau niðurgreiddu fyrir mig Dale Carnegie námskeið. Já. Þegar ég var í 10. bekk. Já. Það breytti rosalega miklu fyrir mig þegar ég las bókina svo vinsældur áhrif og fór svo í það sko og framkoman og það skiptir rosalega miklu máli eins og fyrir mig sem að koma fram daglega við að fræða fólk að framkoman sé góð og ég miðli hlutunum vel frá mér og ég legg mikla áherslu á það sko. Já, þannig að þú mælir með Dale Carnegie. Já, ég meina það gerði eitthvað fyrir mig sko. Ég var náttúrulega bara lokaður svona úlingur á sínum tíma og svo bara umbreyttið að manni sko. Hér situr þú bara og lætur eins og þú har aldrei gert annað. Já. Það glæsilegt. Það skemmtilegt sko. Já. En hvað segirðu afsláttinn á gæðum og að við séum að útfletja veröldina? Eitt dæmi. Ég get upplýst það að ég hef verið ghostwriter margra áratugaskeið. Ég hef skrifað hellinga ræðum fyrir annað fólk. Okay. Jafnvel ráðherra og toppfólk og almenningur heldur við komandi að skrifa ræðuna, það var ég sem skrifaði hana. Fekk einhverja punta. Og maður hefur kannski verið sko mánuðum saman að safna í eina svona yfirgripsmikla ræðu með alls konar sjónarhorn og samhengi og maður jú lifandi og tifandi sál og svo þegar vel tekst til þá verður þessi ræða algjör snilld en núna skils manni að sem sagt ghostwriters eða skugga ræðuskrifarar þeir séu nú að missa vinnuna út allan heim af því að menn séu að láta gervigreindina sjá þetta.
og þessi afsláttur sem ég að vísa til sko, að svona þessi töfrar sem að verða í sambandi persónulegs samhengis og kunnáttu sem að fólk viðar að sér og úr því getur orðið eitthvað sem við getum kallað list að það sé dýpra á þessu með þessum breytingum. Já, Hvað segirðu það? ég segi raun og veru það að mér finnst svolítið gott að taka kannski dæmi um mat eða annað sko. Þú hefur kannski borðað keks sem að kemur úr einhverju versmiðu þar sem að bara vél býr til keksið. Já. Svo hefur borðað keks sem einhver handgerir það eða konfekt eða hvað það er. Og ef ég myndi fara í svona blindtest að smakka það, þá myndi ég ekkert sjá munin á því sem að vélinn gerði eða sem að maðurinn gerði sko. Nei. En í raun og veru vit og texti, tauganettið í gervigreindinni er rosalega líkt tauganettinu í heilanum á þér. Af því að hún er að tengja saman punkta. Þú veist, ef það er hestur, þá er líklegt að það séu hófar eða prjónar sem er tengt því. Ef það er sund, þá er það líklega skriðsund eða baksund eða annað. Þessum að tauganettið sem er eins og við kallum machine learning, svona neural network, tauganett, er að læra þetta kallast Large Language Model, LLM, svona stórt tungumál á líkan. Og þegar þú ert að skrifa ræðu, þá ertu kannski sjálfur búin að skrifa einhverja 20 ræður. Þannig að sem að þú getur gert er að þú getur sett 20 ræðunar þínar inn í gervigreind. Þá vitnar hún og les stílinn í því. Svo segirðu, notaðu minn stíl til þess að skrifa ræðu af hverju Ísland þarf 10 nýja einhyrninga. Og þá er hún að vitna í það og gera það ógeðslega hratt. Þannig að þú ættir ekki að haldið höfundarenginu þínu með samt. Já, með því að nota hana rétt. Með því að nota eins og maður segir samhengi sem hún getur lesið úr og vitnað í og þá er þetta ekki að flytja gæðin út sko, að mínu mati. Og hún er líka að verða betri og betri og betri með hverju árinu og hverju mánuðinum og kannski bara eftir núna í mars sjáum við GPT-6 fara að koma. Hún er hraðari, klárari, betri íslensku. En já, það eru mörg íslensk fyrirtæki eins og Miðeind sem er máltækni fyrirtæki sem þú kannski heyrt talað um. Ég tók viðtal við framkvæmdastjórann í hlaðvarpinu mínu gervigreindaklúbnum og hún var akkurat að tala mikið máltækni á Íslandi og mikilvæg þess að gervigreindir sé að tala íslensku sko. Mér finnst það mikilvægt að koma inn þá. En þessir algoritmar og hvernig stórfyrirtæki í rauninni bara örfáir ríki kallar hafa áhrif á það og hagnast að því hvernig við hópum saman í búblum á samfélagsmiðlum til að mynda. Já, það er áhugaður pæling sko. Það þyrfti í raun og veru einhverja svona byltingu sem að gera það að verkum að fólk bara nota símanni sína minna og fer bara meira í sumarbústað í sveit og það er svo allt og mikil skautun þar sem að hægrið er allt og langt til hægri og sér ekki vinstri hliðina og vinstri er bara allt og langt til vinstri og sér ekki hægri hliðina og það er svo mikið hatur líka á samfélagsmiðlum þar sem að vinstri hliðin bara hatar hægri hliðina og hægri hliðin bara hatar vinstri hliðina og það er enginn að mætast í samtali og maður hefur tekið eftir þessu á samfélagsmiðlum að Er það ekki vegna þessara svokölluðu bergmálshella? Bergmálshella, jú. Maður hefur tekið eftir að vinstri hliðin vill oft ekki heyra sjónarmið hægri hliðinar og hægri hliðin kannski vill ekki heyra sjónarmið vinstri hliðinar þá verður bara hatur þar sem að fólk kannski talst ekki saman en ég sá nú skemmtilegt myndband á samfélagsmiðlum þar sem að það var fólk sem að fór í mesta demokratafylki í Bandaríkjunum og sett upp síma sem að stóð á Kolla Republican. Svo fór það í mesta republikanafylki í Bandaríkjunum og sett upp svona eins og maður segir svona eins og símaklefa sko. Svona almenningssíma og þá kom sko Kolla að demokrat og þá gastu verið í öðru hvoru fylkinu, tekið upp síman og tala við eitthvað sem var þá demokrati eða republikani og skipst á skoðunum án þess að vera rífast eitthvað. Og það var svona megin markmið með verkefninu. Og ég hugsaði nú með mér að það væri sniðugt að gera þessa
tilraun á Íslandi að fara í eitthvað sveitafélag sem rosalega vinstri sinnað, þú veist kannski eitthvað stær í Vesturbænum eða eitthvað, Reykjavík eða eitthvað, og segja, hringdu í hægri mann og fara svo í eitthvað eins og Garðabæinn og setja upp svona símaklefa sem stendur hringdu í vinstri mann og þá væri markmið að fólk myndi mætast á miðjunni að því að mesta samvinnan og samvinnuflokkurinn sem á miðjunni náttúrulega bara Framsóknarflokkurinn, sko. Það ungt fólk hérna sem að byrjar að nota samfélagsmiðla, eitt af því sem að rekur augun í einmitt þetta hattur, það þessi illmælgi og ungt fólk verður bara hissa og það bara býtur, hvað að ykkur? Þetta fullorðna fólk sem ég á að treysta fyrir framtíminni, hvernig dettur ykkur í huga að tjá ykkur svona? Ég hef oft fengið þessi viðbrögð frá ungu fólki á síðustu árum. Já. Þannig að við erum ekkert frábæra fyrirmyndir hérna í þessum efnum. Og mann grunar að þarna hafi hluta á þessari skautun sem þú ert að tala sko, það tengist í hvernig algoritmanir og bergmálshellanir, sko. Og þá það verið að fokka í okkur. Það festist fólki svolítið í svona sinni skoðun og það alltaf verið að tala þetta 1% sem að stjórnar heiminum og þessi elita sem með eitthvað markmið sem að hittist í World Economic Forum í Davos og svo kemur Klaus Schwab og segir you will own nothing and be happy, þú veist, og þá fólk að hugsa bara, býtu, hvað, ég bara verið að fara að taka allt af mér og ég mun ekki eiga neitt og þá fer fólk að saka hann eitthvað svona agenda. Jú. En sko þú ert búin að fara svona yfir verstu sviðsmyndir þessar æðstu gervigreindar og þú ert líka búin að ræða ýmsa kosti sem fylgja þessu. Sá sem að ekki ætlar að taka þátt í þessu kapphlaupi, verður hann bara hægt og rólega svona eins og einhver risaðala eða hefur hver og einn áfram, hvað maður að segja, heimild eða frelsi og stöðu til að bara segja nei, ég ætla ekki að nota gervigreindina neitt, ég ætla bara að halda áfram að lifa mínu lífi. Ég meina, við sáum það þegar snjallsímanni komu að það voru einhverjir sem voru enda með takkasíma og vildu ekki fá sér snjallsíma, en þau eru nú flest komið með snjallsíma og svo sáum við að þau voru að hætta stuðning við einhvers konar síma sem voru gamlir, svona gamlir takkasímar, þetta 2G og 3G og 4G, nú voru að koma 5G og svona, eða 5G komið náttúrulega. En með gervigreindina að ef að þú ert að nota hana og ert að spara þér tíma og kemst áfram og græða þá kannski meiri pening eða hefur meiri tíma til að slappa af eða sinna öðrum störfum eða ef þú ert ekki að nota hana, þetta náttúrulega bara þitt val. En þetta fólk sem í atvinnulífinu aðalega mun verða eftir og þeirra fyrirtæki, þetta bara eins og með Kodak. Ég meina, þau voru ekkert að nýta þessi stafræna tækni. Þú veist, stafræna myndavélin, hún fundin upp inn í Kodak. Svo sagði ykkur, nei, við hættum að selja filmur ef við setjum stafræna myndavél á markað, við ætlum ekki að gera það. Svo komum bara öll þessi fyrirtæki, setja stafræna myndavélar á stað og Kodak bara, við veitum hvernig það fór. Þannig að sko, þetta svolítið svona Kodak moment á því sko að bara við séum kannski að fara að sitja, eða fyrirtæki séu að fara að sitja eftir og þess vegna mjög þakklátur fyrir öll þau fyrirtæki sem heyri mér og fá mig til þess að svona hjálpa þeim að innlega gervigreind sko. Þannig að það bara gott skref hjá þeim. Sko, ég gæti undirbúið viðtöl með aðstoð gervigreindar. Ég gæti líka bara undirbúið viðtöl eins og ég hef haft það hingað til. Að ég hugsa og stundum bara ger ég ekkert annað en að hugsa í langan tíma. Já, það getur verið hollt. Það getur verið mjög gott og stundum finnst manni eins og að það mætti hún alveg hugsa aðeins meira og gefa minna af skipunum sko. Og sko og upp á samhengi, upp á inntak, upp á það að hvert okkar sé með einhvern svona persónulegan kjarna og eitthvert persónulegt samhengi
sem að fléttar saman við þjóðfélagslegt samhengi. Við til dæmis hér erum mjög samfélagspólitísk. Ég er ekki flokkspólitískur, ég er flokkspólitískt viðrinni, en ég er mjög pólitískur maður. Ég held að sé vonlaust fyrir dagskrárgerðarmann að sinna því starfi sem ég gegni hér á Samstöðinni á þess að hafa miklar samfélagslegar skoðanir. Já. Þar sem að maður velur að lyfta einu og láta annað róa. Og sko þú ert ekki alveg búin að selja mér að ef ég væri bara að undirbúa flest mín viðtöl bara með því að fá svona collage, bara allt þetta hafa að upplýsingum. Ég veit ekki alveg hvort, ég er svolítið smeykur að sú stund myndi renna upp að ég myndi tapa sjálfum mér. Já, það áhugaverð nálgun. Sko, í þessu samhengi þá langar mig bara aðeins að nefna hlaðvarpið mitt gervigreind sem heitir Gervigreindaklúbburinn. Þar er ég búin að fá 23 viðmælendur og það sem ég geri alltaf er að ég set gervigreindina á borðið í tölvu, íti á takka til að taka upp og þá tökum við upp talið og ég bið manneskjunum að segja frá sjálfur sér í 1 til 2 mínútum og svo segja ég við gervigreindina, búið til 20 spurningar tengt gervigreinda þar sem þessi manneskja sagði. Þannig að undirbúningunum fyrir þáttinn er einhver svo að manneskjan mætir, talar inn í gervigreind í 2 mínútur, ég kom með 20 spurningar og svo les ég bara upp spurningarnar. En hvað með þína eigin samfélagspólitísku vitund? Þú ert náttúrulega í business, þannig að þú situr við annað borð en ég. Ég er ekki business. Nei. En ef þú værir ég? Já, ef þú þá sko, þú veist, þú kannski nota Google og flettir upp fólki Ég geri það stundum, og færðu svona sviðsmynd af fólkinu og svo getur þú spurt gervigreindina fólkið og hvað henni finnst og þá færðu svona annað álit. Þetta er eins og væri með aðstoðamann og ég segi alltaf á námskeiðunum mínum munið fyrir 50-60 árum þegar forstjórnir sátu í hornskrifstofunni svo fyrir framan svona skrifborð hjá einkarítaranum sem hjálpaði þeim með allt. Þannig að í raun og veru allir í dag geta verið forstjórar með sin eigin einkarítara sem er að hjálpa þeim á réttan hátt. Ég meina það er kona sem ég þekki sem að pantar allt í matinn bara með krónuappinu bara sjálfkrafa, þannig að gervigreindin er bara í tölvunni hjá henni og segir bara hérna mjólk, brauð, serjós og hérna kaupa og svo mæti bíllinn bara fyrir utan alla mánudaga hjá henni með vörunar og hún þarf ekki að gera neitt, hún þarf ekki einu svona að hugsa út í það sko. Þetta er aðeins öðruvísi heldur en að fara út í búð og hitta svo Jón þegar maður er að labba með kerruna þannig að þetta er svolítið svona þetta er bara matsatriði sko. Svo líka svo margt sem maður bara vill ekki vita. Já. Ég hitti lækni daginn sem sagði mér að hann vildi ekki vita hvort hann væri með gen sem myndi leiða til Alzheimers síðar. Ég skil hann rosalega vel. Ég er akkurat í liðinu honum. Núna þegar þetta er tekið upp á þriðjudagsmorgni og eitt af verkefnin dagsins sem að þeir sem er að hlusta á okkur og horfa vita er að baki er landsleikur í handbolta milli Íslands og Sviss. Ég vil ekki vita hvað bestu upplýsingar gervigreindarinnar segja líkurnar á því að við finnum hennan leik. Nei. Og það eru mörg svona augnablik sem að sko töfrarnir í veröldinni, allt það sem við viljum líka ekki vita. Já. Er það ekki umræðefni líka? Það er gott umræðefni sko. Og ég sko, mér finnst þetta að vera með sko það sem að gervigreindin gerir er að ég er kannski búin að tala við hann í 3 ár eins og ChatGPT. Hún veit allt mig, hún veit kostina mína, hún veit gallana mína, hún veit staðreyndir mig. Ég get spurt hana bara byggt á öllu sem hún veist mig, hverjar eru 3 stærstu gallana mínir og hvað ég gert til að bæta mig. Þetta er eitthvað sem við höfum ekki áður. Nema kannski bara að fara til sálfræðings eða eitthvað, en þá myndi það kosta himinháa fjárhæðir og taka langan tíma. En við erum sammála að þetta er ekki sko bara í einum lit. Nei, við erum sammála að ég meina ef þú vilt sleppa þig nýta þetta þá þú þarft þess ekkert. Ég kemst upp með það einhverja daga í viðbót kannski. Að taka viðtölum bara svona. Ég meina mér finnst mjög fínt að vera í viðtali og spjalla við þig þótt að hún er ekkert gervigreind undirbúna. Já, ég ætla að leyfa mér að vona það að sumum finnist það bara fínt af því að ég noti ekki gervigreind. Já, einmitt. En svo er þetta eins og þú segir, þetta eru fasar og ef við erum óklári í einhverju
ókunnug og eigum erfitt með að svona rata í völundarhúsinu til að byrja með, þá er það ekki endilega ávísun á það að við eigum ekki eftir að rata vel völundarhúsið síðar. Kannski bara eftir 1 ár eða 2 eða eitthvað, að þá bara allt í hennu prófar að nota gervigreind og svo bara elskar það og getur ekki hætt, sko. Maður veit það ekki. Nei. En má ég demba þau einni risastóri spurningu í lokin? Já. Heldur að Trump væri við völd sitt annað kjörtímabil ef ekki hefði orðið þessar tækni umbyltingar? Sko, maður eins og Trump? Þegar ég var í háskólanum 2016, þegar hann var að taka fyrsta kjörtímabili sitt, þá var ég í áfanga sem að tengdist nýmiðlun og viðskiptum. Það var kennari þar sem heitir, held ég, Ársæll, og hann var að sýna okkur, það fannst öllum þetta svo skrítið. Hann var að segja, herru, sjáu, veðmálasíður hérna er að segja að Trump muni vinna þetta, og það var allir bara hvað er þessi gæði að tala um? Trump er ekkert að vera að fara forseti 2016, sko. Og ég var í háskólanum og ég var bara svona, herru, þetta eru svolítið áhugaverðar pælingar og svona með stjórnmálin. Það sem að hann má eiga er að hann er mjög yfirlýsingaglaður og lætur verkin tala, og að fyrir eitthvað fólk er hann að gera Bandaríkina betri stað, fyrir eitthvað fólk er ósammála og hann ekki gera það. En ef að tæknibyltingin væri eins og hún er komin, ef hún væri ekki, þá ég held að hann myndi alltaf finna leið, bara sama hvort að sé með því að nota fjölmiðla, með því að koma með einfaldar yfirlýsingar sem að fólk annarkvort hatar eða elskar. Það er svona svolítið hans taktík, að koma bara með einhverjar stórar yfirlýsingar sem að fólk elskar og hatar. Auður hans og aðgengi að fjölmiðlum hafi haft? Já, en ég meina, hann náttúrulega bara, þú er líka að taka einhverja afstöðu, sko, og ég meina, mjög fyndi myndband þar sem að hann var í einhverju debati við Hillary 2016 og hún segir hérna, þú ert ekki að borga hennar skatta, og þá segir hann, já, ég meina, lögin eru bara svona, en vinir þínir sem eru að styðja þig eru heldur ekkert að borga skatta. Það voru allir að segja eitthvað, þetta var svona skemmtilegt að sjá þess að debati, sko. Heyrðu, það er búið að vera gaman að heyra í þér, Stefán Atli Rúnarsson, og ég óska þér góðskengis með þín verkefni og störf, og ég vona að hlustendur og áhorfendur séu einhvers vísari svona hvaða viðhorf við ættum að tilengja okkur, hvað ber að varast og hver tækifærin eru í sölu. Já, þakka að kellaði fyrir mig. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni hér eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is